eftir stutta fjarveru á mánudegi og þriðjudegi. Ég þakka Steinda og Bent kærlega fyrir þáttinn í gær. Svo var það Sveppi og Björn Bragi sem að stóðu vaktina á mánudaginn. En nú er allt komið í eðlilegt horfa aftur því að við erum mætti hér. Ég og Pétur Jóhann Sigfússon, verður velkominn. Góðan blessaðan daginn. Hvað segir þú kynþokkafull að vera? Jú, þakkaði fyrir, ég segi bara fínt. Er það ekki? Jú. Já, þetta er, ég vil samt vara fólk við, það er gluggaveður úti. Ég er nú ekki alveg sammála því. Ég held að vera svo hlýttur að ég var að fara út í morgun. Já. Svo bara ískalt. Já, það er 0 gráður. Þetta er bara svona vorið, sko. Þetta er svona gluggaveður. Já, ég vil hafa 10 steg heiti hérna daginn. Já, núna bara þarf maður að vera í jakka. Já, maður þarf að vera í úlpu. Það er í góðu leið. Svona í krakkaveðrinu. Þetta er afinu góða, sko, ef að sumar og vetur skilur frí saman. Já, þú meinar. Það er gott mál, en hingaður við mættir og einstaklega er ég ánægð með það. Já, þetta er... Gott að fá þig tilbaka, maður. Já, ég er ekkert að fara neitt á næstunni. Nei. Skulum hafa það alveg á hreinu. Þú ert ekkert að fara neitt á næstunni. Óhappa Blöð er bara, hann verður bara heima. Já, finnst það ekki svolítið leiðilegt? Mjög ömurlegt, auðvitað. Þetta er ekkert sem að glata. Ég er búin að fara 3 leiki og tapa öllum. Já. Þeir? Já, United. Já, þeir töpuðu öllum. Já, öllum leikjunum sem ég fór á, töpuðu þeir. Já. Og ég er mjög hjátrúafullur ungu maður. Þannig ég þarf bara að býta í þetta súra epli og er ekkert að fara fyrir að... En er það ekki bara í góðu lagi, sko, þú veist, þú eru hafið tapað, ég minna, þeir eru efstir í deildinni og svona. Já, þetta var samt sitt í heima, þetta er svona leikur sem við viljum vinna, það er mikið hatur á milli. Það er nú bara svona í lífinu, þetta minna, það er svona win some, you lose some. Já, ég veit það, eins og hann sagði í My Cousin Vinny, win some, lose some. Já. Það er nú bara þannig. En ég er búin að fá bara lose some. Já. Og það er með þess að sko United stuðningsmenn búin að banna mér að fara á Old Trafford því ég er það mikið óhappa. En þú getur verið glaður samt sko að það er alltaf gaman að fara til útlanda. Já, reyndar, ég skemmti fyrir utan leikinn, þetta var bara einstaksferð út á mánudegi og heim á þriðjudegi. Þannig að það er nú skemmtilega að fá sigur, ég bið alla United áttandra núti afsökunar, óhappa Blöð verður heima bara. Keyptirðu tollinn? Já, allan. Já, hvað, vantar þér eitthvað? Ég veit það ekki. Hvað kaupið þú alltaf fyrir frímina? Ertu að kaupa nammi og svona? Já. Það eru fastir póstar í þessu sko. Já. Tyggjó, já. Macintosh. Alltaf með Macintosh. Toblerone. Já, ok, þú ert að kaupa það allt. Það sjálfsögðu. Já, svo tekur náttúrulega alltaf tollinn. Í áfenginu minu. Já. Sko, það er nú reyndar allur gangur að því, sko. Manstu þegar við vorum oft að ferðast, ég leiði ykkur ofta að taka minn. Já, ég fyrir ekki úti. Já, manstu ekki eftir því? Jú, ég man eftir því. Þannig að það er bara svona mismunandi, hvernig liggur á manni þegar maður er að koma heim, sko. Já, sko, það er nóttanir þegar maður er að koma heim frá útlöndum og þá er áfengið það síðasta on your mind. Já, stundum er það þannig. Það var í ykkur svona fílu og afneitun. Já. Og, ég mun aldrei drekka aftur, maður. Já. Þá er það ekki spenntu fyrir að taka tollin endilega. Nei. En eins og núna, ég var bara 1 dag, þannig að ég var alveg feskur, skilur. Já. Það var... Og þú fórst með viniðinum, honum Gilsinn ekkert. Já, Gilsinn, hann fór með. Ég vissi ekki kentu honum þetta, það er ég sem er búin að rópa. Ég reyndi það nú eitthvað. Hvað eru þið búin að þekkjast lengi, þú og hann? Ég og Egill? Já. Hvað, 7 ára eða eitthvað? 6 ára? 7 ára, já. 6 ára. Hvað eru við búin að þekkjast lengi, þú og ég? Við erum búin að þekkjast í 12 ár. Hvað er spá? Voruð þið saman? Voruð þið fengnir til að vera farastjórar í þessari ferð? Þið báðir? Já, ég var fengið til að vera farastjóri. Þú varst fengið til að vera farastjóri? Já. En af hverju var hann með þér? Ég fekk einn auka með og bauð honum. Já, ok, ég veit hvort að fara með það. Þannig að þú máttir velja þann sem fór með þér? Já, svona alveg. Hann heldur mikið með United, þannig að mér fannst það svona líkjast beinast við að hann færi með. Þér fannst það? Líkja beinast við að hann færi með? Ég heyri að þér finnst það ekki. Ég bara velti fyrir mig hvar þetta liggur, sko. Þú ert búin að þekkja mig frá því 1999 eða 2000. Já, ég veit það. Einhver 13 ár og tekur svo bara... Þú var svo busy alltaf. Ég vissi ekki að þú myndi koma. Já, ég meina busy og ekki busy. Þetta er mánudagur og þriðjudagur, þú veist, það er ekki... Já, ég reyndar. Eitt símtal hefði nú ekki drepið þig. Ég byrst afsökunar. Allavega að spyrja. Þú kemur með næst, ég lofa. Assumption is mother of all fuck-ups. Það að gera ráð fyrir því að ég sé bara upptekinn er upphafið á einhverju djöðsins fokki á þér. Ég veit það, þetta bara aldrei eftir ég lofa þér. Já, þannig að þú bara gerir ráð fyrir því bara því að ég hef ekkert sérstaklega mikið áhuga á fótbolta. Já. Ég hef bara geta gert eitthvað annað. Ég hef geta skoðað borgin og við félagarnir 1. sólarhring saman í útlönd. Reynda þegar þú segir að ég hefði alveg þegið að kúra Egill líka hann bara gerði ekki annað en að gera grína mér eftir leikinn. Ég spurði hann líka bara með hverjum heldur þú eiginlega því hann er United maður, honum fannst svo fyndið að ég væri búinn að fara 3 tapleiki. Það átti að berja hann í stúkunni því að þegar Aguero skoraði
þá horfði Egill svona niður, bara hvað að gerast hérna. Svo horfði hann á mig og byrjaði að grenja úr hlátri. Þegar hann andlitið á mér var bara, ég var bara sigraður. Ég trúði þess ekki. Ég var að sjá 3. tapleikinn í röð. Hann hló, þannig að fólki í stúkunni hélt að hann væri City maður. Þannig að hann var næstum búinn að koma sér í vesen, sko. En Pétur eru með frábæra þáttandekur í dag. Það þetta baka að næstur og byður honum eitthvað með þér. Steven Seagal á ammali, þannig að það ætti eiginlega bara að vera frídagur í dag. Það ætti ekki að vera skólar eða fólk í vinnu, sko. Nei, er ekki bara spurningum að gefa frí. Þannig að við ætlum að heiðra Steven Seagal með frábærum þætti. Og það sturla staðrindar á sínu stað, leggja orð í munn, láta skella á sig, dagskalurinn þekki ég þig, karaoke og fleira. Þetta er almáttu, þvílík súpa maður. Og þetta er allt flétta saman með góðu glansi. Nei, gæðamúsík. Já, gæðamúsík. Talandi gæðamúsík. Ég var nú ekki stuði til að drekka beint úr flöskuna til leikinn, en Calvin Harris það. Gott lag hér á ferðinni FM 95 blöð. Það er þessi fíni miðvikudagur hér á ferðinni. Ég heiti Pétur Jónas Sigfússon og er hér ásamt Auðunu Blöndal sem hann náttúrulega stjórnar þessu öllu saman með harðri hendi. Hann er ekki bara stjórnandi, hann er líka slúðurkongur Íslands. Hann er mættur hér með sjóðandi, buslandi, sistlandi slúðurpakka. Glænýjan frá Bandaríkjunum. Auðunu Blöndal, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Ég ætla að byrja slúðrið á Steven Seagal. Hann á afmæli í dag, til hamingju. One hell of a human being. Steven Seagal, er hann ekki dáinn? Nei, hvað er ekki lægi með þið? Hann hefur aldrei verið betur enn í dag. Það er að koma ný mynd með honum. Já, það er að koma ný mynd með honum. Þetta var djók, ég veit alveg að hann var ekki. Hann kongurinn, og hann á afmæli. Hvað er gamall? Hann það er bara góð spurning. Hann náttúrulega lítur út fyrir að vera 30, sko. Já, hann í rauninni festist svolítið þarna í kringu 30. Festist, hvað mennaru? Útlitslega, hann er 62 ára. Já, hugsaður maður. Hann lítur út fyrir að vera svona 33. Já, þetta er 62, ég hefði aldrei giskað á Steven Seagal verið 62 ára. Nei. Vá. Mestalagi 45. Það er fyrsta sem að fólk getur að spyrja sig, hvaða krem er fíblið að nota? Já. Þetta er ekki hægt. Þetta er örgulega bara majónes. 62 ára, vá. Ég hefði svona öllu ganni sleftu að ég giskað á svona 52-3. Já. Sá lítur vel út maður. Steven Seagal á afmæli í dag og það er í rauninni tilmæli hérna frá okkur í FM 95 blöð að þið, vinnuveitendur þarna úti, gefið frí. Já, það á að vera frí í skólum og svona á svona degi. Já, það var bara allir að fara bara að ljúka vinnu, fara bara heim og jafnvel að grilla bara. Já, talandi hasarhetjur, bara vel klæddur og grilla. Þá hefur Sylvester Stallone ákveðið að hjálpa Wesley Snipes. Wesley Snipes er í fangelsi núna fyrir að hafa skitið á sig með skattinn. Þeir eru ekkert að djóka með hann í Bandaríkjunum, þeir eru bara grýtt í grjótið. Og Wesley Snipes er að fara að fá núna aðstoð frá Sylvester Stallone því að Sylvester Stallone er búinn að lofa Wesley Snipes kvikmyndahlutverki þegar hann kemur úr fangelsi og það er í kvikmyndinni Expendables 3. Þannig að Wesley Snipes, hann er nú svona harður. Gamla hetja, hann er að fara að mæta í Expendables 3. Það eru góða fréttir, antalega. Já, Wesley Snipes, sko, fyrir 15 árum síðan, þá er hann bara einn skærasta stjarnar heims. Já. Ég man eins og ég veit með Ken Jump og öllum þessum myndum. Það er aðeins eitthvað hallandi fæti. Gjörsamlega frábær leikari þarna á ferðinni. Hjá snæbaranum. Já, snæbarinn. Herðu, gott mál, hann er að losna úr fangilsi. Já. Það er ekki komið, hann er ekki laus. Nei, hann er ekki laus. Svo er það Justin Timberlake og Jessica Biel en þau eru að heimsækja, heimsóttu Hvítahúsið í gær. Þar sem að, hjónin, þau eru náttúrulega gift, hilsu upp á Barack Obama og Michelle Obama. Og, rósaði Barack Obama Justin Timberlake fyrir nýju plötuna og saðist fíla hann í tætlur. Vá, hvað þetta er svalt. Nú spyr ég, nú ert þú vinsæll grínisti, Pétur. Já. Á Íslandi, þér hefur ekkert verið boðið heim að hitta Ólaf Ragnar eða? Ekki ennþá. Er hann eitthvað í þessu? Er hann að fá til sín tónlistamenn eins og Obama hana? Hann er bara að bjóða Justin Timberlake í heimsókn til sín. Já. Þú veist, er Erpur Eyvindarsson og Ásgeir Trausti bara að tilla hjá Óla hana? Gæti verið, sko. Nei, er það? Ég svo sem hef ekkert fyrir mér í því, sko, en það getur vel verið, sko. Ég myndi ekki hika við að ég verið forseti. Já. Ég myndi til dæmis eins og þú. Já. Þú ætti bara að vera heima á mér allan sólarhringinn að leika þér, sko. Ef þú verið forseti? Já. Já. Það myndi bara segja, hvað er Pétur? Hann er örugglega bara í vinnunni. Já, láttu sækja hann. Þetta er alveg rétt hjá þér. Make me a bicycle clown. Já, þetta er alveg rétt hjá þér. Ég í rauninni, sko, það er náttúrulega skamt stóra högg á milli. Nei, þú veist, það er kannski einu móa ég sé allan daginn, sko. En Ólafur Ragnar, sko, hann þyrfti eiginlega að bjóða mér í heimsókn, sko. Já, ég hef aldrei farið á Bessastæðum. Bara við svona kannski fá okkur
kaffi með því, Já. kannski randalínu köku með og Myndi það drepa hann eða? kaffi? Nei, ég get að lofa því. Óli, þú ert að hlusta, þá máttu endilega bjóða okkur í heimsókn. Já. Svo er eitthvað meira slúður hérna, Lindsay Lohan, Já. hún á leiðin í meðferð og eitthvað, ég reyni ekki að ræða það enn eina ferðina. Ég get hún væri í meðferð. Já, það heldur það flestir. En byrju, hún er á leiðin í meðferð. Já, hún á leiðin í meðferð. Það er nú góða fréttir. Já, við óskum henni allsins besta. En er hún ekki ólétt? Nei, það var 1. apríl-gap hjá henni. Var það 1. apríl? Sem var alveg ótrúlega ósmekklegt einhvern veginn. Kjáni gat ég verið maður. Kjáni gast þú verið, kjáni gat hún verið. Já, ég líka kjáni, þú veist, ég var búinn að trúa, ég var bara einhvern veginn búinn að, alveg frá 1. apríl til dagsins í dag, ég er búinn að halda það að Lindsay Lohan væri ólétt. Já, hún léti hlaupa apríl. Heldur betur, kallið. Já, hún fór illa með. Það verið margar vikur að hlaupa 1. apríl. Já, þetta var slúðri hér í FM 95 blöð. Þú, kæri hlustandi, varst heppinn í dag vegna þess að Steven Seagal á afmæli. Við erum í gæðamúsík, stútfulla þátt af skemmtiefni, þannig að ekki snerta takan. Nei, við ætlum að fara hér í örstuð kilobóð, svo er það dagskrárlögin Þekki ég þig. FM 957 og Dekkjahöllin ætla að bjóða heppnum hlustendum upp á umfelgun og eða dekkja umgang á bílinn fyrir sumarið. Ég, Heiðar Austmann, mun draga út vinninga alla virka daga til 19. apríl og á föstudögum fær einn mjög heppinn hlustandi nýjan dekkjaumgang á bílinn sinn ásamt útilegukortinu 2013 og 15.000 krónur í bensín frá OB. Taktu þátt og skráðu í leikinn á fm957.is. Dekkjahöllin býður mikið úrval dekkja á betra verði á Akureyri, Egilsstöðum, Skeifunni, Skútuvogi 12 og nú einnig í nýrri og glæsilegri vefverslun á dekkjahöllin.is. FM 957 og Dekkjahöllin. Það er vor í loftinu. Milljón sinnum 2050. Já, tvöfaldur fyrsti vinningur stefnir í 2.050 milljónir. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. 10 gigabæt fyrir 500 krónur á mánuði. Tal. Svona á samband að vera. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í apríl. 40% afsláttur af bílaþvotti hjá Splass, 25% afslátt í skemmtigarðin Smáralind, alla sunnudaga og 10% afslátt hjá 1011. Kynntu þér þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild er snillt. Öll verkefni sem þú þurfum að vera að borga af láninu ef þeir dæma hana út af láninu. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð. Á FM 957. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistastöðin FM 957. Yellow. Hvað sagði? And they were all yellow. Nei, hvernig er þetta lagatur? And it was called Yellow. I saw a night. Já. Já, en það skiptir kannski ekki öllum máli þegar að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957. Já, á miðvikudag. Já, Auðun Blöndal og Pétur Jóhann í fantafínu skapi. Gluggaveður úti, ekki láta blekkjast kæru hlustendur, það er ekki hlýtt úti. Jú. 0 gráður aðan. Já, og það er bara á þessum ástíma mjög gott. Nei, þetta er bara mjög. Það er að koma sumar, þetta telst ekki gott. En það er komið að dagskrá liðnum leggja orð í munn. Já, og þá skrifum við niður, ég skrifa niður 3 línur með svona setningar og þú 3. Já. Og við þurfum að koma þeim inn í símtalinn. Já. Inn í símtölinn. Ég er tilbúin með mínar sem að þú átt að koma inn í þitt símtal. Já, og ég er tilbúin með mínar sem þú átt að koma inn í þitt kortu vilti og ég byrja. Þú byrjar maður. Ok, ég byrja. Að vanda. Fyrsta setning. Já. Herru, já, ég nenni ekki að standa í þessu þrasi við þig. Ok. Fyrsta setning, önnur setning. Já. Ég er manneska. Ok. Og 3. setning. Mikið svakalegt mig kynasandi rödd. Já, þetta er ekki flókið. Nei. Þá vindum við okkur í símtali, ertu búin að ákveða hvert þú ætlar að ringja? Já, ég ekki bara að ringja eitthvert, skiptir það einhver máli? Þetta eru svona, það er skamt stórra högga á milli. Já. Og sá böggull fylgir skamrifi. Já.
að sjaldan ein báran stök. Það er verið að auglýsa einhver rafmagnsreiðhjól, ekki bara gera Sláðu sig slegið sig með svona málsháttum eða málsflækjum. En þeir eru með stilt á FM 95 blöð, það er Pétur Jóhann Sigfússon hér á samt Auðun Blöndal, eða Auðun Blöndal á samt Pétur Jóhann Sigfússon. Það er fyrir eftir hvernig á það er litið, allur gangur á því. Þetta er upp og niður í sumar. Stendur á Stálvelbæk. Já, góðan daginn. Daginn. Ég er að hringja út af rafmagnsreiðhjóli. Já. Er þið að selja svoleiðis? Við erum að selja svoleiðis. Mikið svakalegt með kynasendi rödd. Ég veist það. Hvað kostar svona hjól? Þau eru frá 150.000 tæpum og upp í 190.000. Ef þú gætir skoða bara þetta inn á elband-bike.is og gerðu. Ég er manneskja. Ha? Ég er manneskja. Já. En ég er með fyrir stráki minn. Er það hægt? Hvað er aldurstakmarki á þessu? Það er ekkert aldurstakmark, held ég, sko, umforðarstofa gæti nú gefið þér það upp, en... Ég nenni ekki að standa í þrasi við þið. Ha? Ég nenni ekki að standa í þrasi við þið, sko. Er aldurstakmark á þessu? Nei, ekki svo ég viti. Nei. Ekki nema það sem búið að setja eitthvað lög núna sem ég veit ekki en það var ekki. Já, ég nenni ekki að standa í þessu þrasi við þið. Ég skilði ekki. Ég er manneskja. Já. Já, mikið svakalegstu með kynasendi rödd. Herru, ég þakka fyrir. Ok, bye. Allar, það er ekki að hafa þetta lengra. Það er bara búið að urða út þessu sendingunum. Það var allt komið, hún var líka bara greið í hálfgerðu sjokki. Já, ég veit það bara. Já. Ég er ekki að standa í þessu þrasi við þið var alveg gerðið útslæðis. Ég skilði þig ekki. Er það nema von? Þú komst öllum línum inn. Já, en samt annars að vera kjánalegt, sko. Vel að verki staðið. Mjög vel að verki staðið. Takk. En ekki gleyma því Auðun Blöndal að kjánalegt er skemmtilegt. Það er rétt. Vindum okkur í mitt símtal og hver eru mína línur, mína setningar? Þína setningar eru, hvað heldur þú að sért eitthvað betra en ég? Já, góðu lína. Hvað heldur þú að sért eitthvað betra en ég? Svo er það, mér er svo sem drullu sama. Mér er svo sem drullu sama. Þessi er líka góð. Já, og svo er það í lokin, af hverju lendi ég alltaf í svona rugli? Já, komdu með þetta. Hand it over. Hérna er þær og ég er að spæða að láta þið ringja við kaupum gull, Jón og Óskar. Ég hellti niður á mig. Já. En mér líst vel á það. Ok, og þú ert með línundar, klárar? Ég er með línundar klárar, maður, og hella hérna kaffið og buksatna, maður. Kaupum gull, Jón og Óskar. Til í þetta. Þannig að þú getur sagt að þú sett með gull til að selja það eitthvað. Ok, ég ætla bara, ég er svona að gera eins og þú, riðja þessu bara út um mér. Alveg í grænum, hvernig? Það er að make einhvern sense. Nei. Ekki? Nei. Jón og Óskar, góðan dag. Já, er það að kaupa gull og... Já, ég skal gefa samband af hann sem getur gefið einhverju upplýsingar. Já, ok. No, góðan daginn. Góðan daginn. Ákon? Já, góðan daginn. Góðan dag. Eru þið að kaupa gull? Já. Og hvernig er það verðlagt? Hvað segirðu? Hvernig finnið þið verð á slíkt ef að ég kemi þarna? Nokkurn veginn, hvað er reynt og hvað þetta er mikið, hvað þetta er þungt. Heldur þú sett eitthvað betra en ég? Ha? Heldur þú sett eitthvað betra en ég? Hvað er þetta að tala um? Já, mér er svo sem drullu sama. Ég var að svara þér, ég sagði að fyrir eftir í hvað gulli er reynt. Já, mér er drullu sama. Verðu? Halló? Nei, þú náður ekki að klára. Nei, þetta er tap. Þú verð beint aftur í drullu sama, það er hættulegt. Já, ég veit það. Ég ákvað að vera djarfur maður. Já, maður verður að taka sjansa í þessu lífi. Þú varst vel djarfur þarna, hverju náður ekki út? Þú náður mér í drullu sama? Ég átt eftir setninguna, af hverju lendi ég alltaf í svona rugli. Já, ok. Verðið að taka annan, eða? Þú ræður, viltu taka annan? Nei, ég meina, þetta er tap, sko. Eða, veist, er þetta keppni? Nei, þetta er bara orð í munn. En bara vindbúðin átjóða þær. Já. Já. Þannig að þú ætlar að reyna aftur. Já. Og reyna að klára línunar. Já. Átjóða þær, góðan dag. Góðan daginn. Ég er að leita af svona Chianti Classico rauðvíni. Já. Eru þið með það? Já. Hvað kostar hjá þér? Hérna, eru þið með þetta í belju? Hérna. Já, ég skal bara gefa þér samband mér í búð. Gjör svo vel. Já, þakka þér fyrir. Já, góðan daginn. Vínbúðin Heyrún, góðan dag. Já, góðan dag. Góðan daginn. Ég er að leita að verði í svona Chianti Classico rauðvín. Hvað heitir flaskan eða tegundin? Hvað, þú sett eitthvað betra en ég? Nei, ég er að það er svo margar Chiantir í ferfa, eða Classico.
Já, alveg ein hérna á 3.399 til dæmis. Já, mér svo sem drullu sama hvað það Já, ok, svo ég hérna á 2.999. Ég segi, mér alveg drullu sama hvað það sko, bara Chianti. Já, ok, ég var hérna einn á 899. Og þetta belja? Eða svoleiðis? Nei, þetta bara venjulega flaska. Hvað kostar belja í því? Í rauðu. Ég á nú ekki mikið hérna Chianti í rauðu. Akkur lendi ég alltaf í svona rugli? Hvað meinar þau? Ég bara, þú getur einhver svarað? Get ég einhver svarað? Nei. Nú, ég ekki að svara þér? Nei, það engin botn í því. Nú? Nei. Þú alltaf vilt fá að vita verð og Chianti Riserva eða Classico? Já, heldur þú sett eitthvað betra en ég? Ég að segja það? Já. Nei. Jú. Það sagði ég ekki. Jú. Nei, ég spurði hvort þú hafði eitthvað nafn og vínum eins og það spurði Já, mér alveg drullu sama. Já, ok, þá bara taldi ég upp eitthvað sem ég sá með Chianti Classico. Akkur lendi ég alltaf í svona rugli? Viltu tala um einhvern annan? Þú mátt alveg tala við annan og við. Nei. Ég er með hérna annan sem maður getur kannski svarað. Nei. Jú, endilega. Skiptu mig engum máli. Ég alveg drullu sama þetta, hvort það Ég ætla að skoða þetta. Takk fyrir. Já, sömuleiðis. Já, það kom. Þannig að ég kom öllum línum. Allar línur, ekkert öðsend. Þetta var stórkostlegt. Þú ert stórkostlegur. Þetta var aðeins. Það var sem betur við hringdu aftur, já þetta var eiginlega bara upp á síndalum mitt í dag. Vá, hvað það var gott. Hún var svo einlæg, og hún var svo einlæg nextlu konan. Þetta var leggja orð í munn. Já. Við þakkum kjærlega fyrir okkur. Justin Timberlake og var í Hvíta húsinu í gær ásamt eiginkonu sinni Jessica Biel og hitta Obama. Það hefði nú verið gaman að vera að fluga á vegg þar maður. Já, segð mér það. Justin Timberlake og Obama. Og Obama, já. Já, ég var alveg til að fara að sjá The White House. Obama. Barack Obama. Já, Barack Obama. Já. Konan hans heitir Michelle. Það er rétt fyrir, Pétur. Herðu gott mál, það var það frá. Við hér í FM 95 Blöð höfum gert það að reglu síðastleina miðvikudag, bara frá því við fórum í loftið í rauninu á miðvikudagum, ég og þú. Já, að keppi karaoke. Keppa í karaoke. Við erum líka að fara að láta skella á okkur í eftir öskamastund og styrlaða staðrindir, en okkur vantar eiginlega karaoke lög. Það er rétt, við erum búin að syngja svo oft að það er mjög oft sem við opnum fyrir síman, líka bara gaman að heyra þessi í hlustendum, það er miðvikudagur. 511-0957, ef þeir eru með eitthvað skemmtilegar hugmyndir af karaoke-lögum, eða bara vilja heyra þessi okkur strákunum, þá erum að gera syngja núna. Varst þú komið með eitthvað hugmynd að lagi, Pétur? Nei, já, ég var að segja við á hann að ég var komið með hugmyndalagi, ég var búin að ákveða hvaða lagi ég ætla að taka. Já. En ég er búin að gleyma því. Ok, því ég er alveg týndur, ég veit ekkert hvað að syngja. Þetta var eitthvað svona strákabandalag. Strákabandalag? Strákabandalag. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað var þú til að heyra? Já, sko, það væri náttúrulega algjörlega toppurinn að heyra Can't Walk Away með Herberti Guðmunds, það er einhver möguleiki, sko. Nei, það eru bara, það er ekki hægt að vera með íslenska flytjendur. Nei, það vantar í kerfið, sko. Já, vantar í kerfið. Það verður samt sammálað það væri yfirbúrað. Já, það er náttúrulega alvöru lagmaður. Já, það er toppurinn í þessu. Maður fær ekki leið á því, ertu með eitthvað annað? Nei, það var svona top of my mind, sko. Já, þetta var svona draumurinn. Já, það var það, sko. Ég skilji. Bara hætti við þetta. Við finnum við góður þessum. Ok, bye. Við skulum, heyra hér í fleirum. FM, hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Já, hvað kvöldir? Kvöldir. Ég vil góða daginn. Góða daginn. Ég vil heyra, öll að taka eitthvað með Michael Jackson. Mér langar svolítið að heyra reynin á því. Já, sko, það er svo erfitt. En já, ok, Michael Jackson. Já, ok, og svo var ég að spá í með Pétur, hvað það var ekki til í að taka með Alone með Heart. Alone með Heart? Já. Erum við ekki búinir að því? Till now, og þú hefur tekið það? Hefur það tekið það? Já, hann minnir það. Það tekur bara Don't Stop Believing með Journey. Don't Stop Believing, það er enda gott lag. Já, það er líka gott lag. Þetta eru allt saman góða tilhugur. Já, þetta er alveg hlustandi hér að ferð. Já, heldur fettur. Svo hrærum fallega, hvað heitir þú? Helena heit ég. Helena, gaman að heyri þér. Já, heyrðu, þið rokkið þetta bara. Herru, við gerum það. Takk fyrir að hengja. Takk fyrir. Ok, bye. Helena Ress, við skulum taka hérna 3-4 viðbót. FM, góðan daginn. Ég með fyrir blöð. Góðum með það. Take me home United Road. Þá skal ég fyrirgefa þér. Já, sko, ég má ekki... Þá skal hann fyrirgefa þér, heyrður. Það má ekki... Ég má ekki láta Country Road taka mig... Old Trafford Road, Take me home. Akkur ekki? Af því ég er komin í bann. Ég er óhappa. Já, þú tekur þetta á skal ég fyrirgefa þér. Ok, þá var það líklegt. Ég seti hérna að blaða allavega. Ok. Já, en hvað ertu með eitthvað fyrir Pétur? Pétur, hann er gangamstæð fyrir Pétur. Já. Hann lítur að fara að kunna það núna. Ég baði með þetta. Oppa Gangnam Style, það var þetta fyrir það. Það er líta eins út líka. Já, hann er með lookið í það. Já, alveg. Ég tek þetta lag sem tong. Já. Það er ekki það. Wop.
Herru, takk hérlega fyrir ekki. Takk. Fá hér 2 viðbót, hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Já, blessaði með þessari. Sæll, en finnur. Taktu Justin Timberlake, Mirrors. Herru, það er enda að það verður aldrei við tekið Justin Timberlake í karaokeinu. Hann er sterkur. Hann er töffari. Þú nærður með því? Herru, ég vil reyna, ertu með eitthvað Pétri? Já, ég held að Gangnam Style komi bara sterkt á hann. Já, ég held að Gangnam Style sé komið á Pétur, ég fíla það. Ég veit ekki hvort ég treysti mér í það, sko. Jú, þú lítur að geta þetta. Herru, farðu varlega, takk fyrir ringja. Takk. Ok, bæm. Þá er þetta eiginlega bara komið, skulum fá einn, en hvað verður þú til að heyra? Jú, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Erfum, 2 lög. 2 lög, já. 2 lög, já. Það er til ég að heyra að taka hérna Wonderwall með Oasis. Wonderwall, ok, þannig er þetta gott lag. Og Pétur Jóhann væri til að heyra syngja Everlong. Everlong, já, með Foo Fighters. Jep. Þetta er svíkjala gott lag líka. Herru, þetta er góðar hugmyndir. Heldur betur góðar hugmyndir. Ég verð að viðurkenna, ég veit ekki hvaða lag það er. Ég skal lefa að heyra þetta mennum fyrir mjög auðlýsingar. Takk hérlega fyrir þetta. Ok, hér rétt anda á hotnið eru sturlaða staðrendir og við Pétur látum skella okkur. Förum við örstuð skilabóð, svo höldum við áfram. Ein stærsta leikjavörudeild landsins er í tölvulistanum á Suðurlandsbraut. Komdu og skoðuð allt það nýjasta frá Razer, SteelSeries, Logitech, Corsair og Cooler Master á lægra verði. Tölvulistin. Áttu eftir að redda kvöldmandum. Kjúklingastæðurinn, Suðurveri. Coke og Landsbankinn kynna Oblivion. 60 years ago, Earth was attacked. We are the last ones left. Stórmyndin sem tekin var upp á Íslandi með Tom Cruise í aðalhlutverki. I've been watching you, Jack. Who are you? Oblivion. Frumsýnd 12. apríl land allt. Hraðpenningar kynna mínar síðu. Yfirlit, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö. Is love. Þeir eru hlust á FM 95 Blö. Gauti og Pétur með ykkur hér til 6 í dag. Kæru hlustendur. Þetta er svakalega fljótt að gerast. Þökkum ykkur fyrir að stilla inn á okkur strákana. Hvað segirðu? Fljótt að gerast? Já, fljótt að gerast. Kaupin og Eyrinni. Það er rétt hjá þér. En veistu hvað erum að fara í núna, Pétur? Við erum að fara í sturlaða staðrendi. Það er hárrétt hjá þér. Það er hárrétt hjá mér. That's what I love about you. Your attention to details. Attention, já. Þú ert búinn að segja hér í mörgum að Ég sagði einu svona detention to details, já. Detention er allt annað. Ég veit það. En skiptir engu máli. Við erum öll á... Erum öll hvað? Á sömu blaðsíðu hér og við ætlum að vinda okkur í sturlaðar staðrendir. Já. Sturlaðar staðrendir eru í boði... Það fengur vist pásu. Steindóð voru ekki með sturlaðar staðrendir í gerð. Nei, þeir get ekki verið með allt. Nei, þannig að það er örugglega einhverja þarna úti farin að sakna þeirra. Ok. Hérna, Já, ég er ekki að fara neitt. Það var að leggja þetta frá mér. Eru þið tilbúinir, kæru hlustendur? Já, vindum okkur í þetta. Ok. Ég er tilbúin. Hvað er það margar? Það eru 10, eins og alltaf. Það eru 10, já. Gamla góða bara. Og það eru allar réttar. Allar, sem sagt. Þetta er allt staðrendir. Þetta er ekki drugl eitthvað. Nei. En svo spyrðu alltaf hver á þínu uppáhalds. Þannig að maður þarf að fylgjast með. Þú fann að læra þetta. Ok. Er þetta til? Já. Karlmenn sem eru, já, þetta fannst mér áhugavert. Karlmenn sem haldnir eru post-coital tristis, þeim líður illa eftir kynlíf og eiga til að gráta. Þannig að, sem betur fyrir maður laus við það, post-coital tristis. Það er eitthvað leiðilegt við það að fara að líða illa eftir kynlíf og fara að gráta. Hver á næsta? Hvað svipur er þetta á þér? Hver á næsta? Nei, þú verður ekki með þetta. Skellum okkur í næstu hér? Já. Nei, ég er að stríða. Þú ert ekki haldið þessu, það? Ekki kannski að gráta. Nei, þú fagnar eða ekki þegar þú ert búin að... Ég hef ofta alveg svakalega erfitt með að sofna eftir þetta. Það er máli? Já, fyrir svitakast og langar alveg svakalega mikið til að borða einhverja helgjörna býst. Það er búin svo mikið að gera þér. Já. Þú ert alveg búinn bara, þú ert eitt svitakast bara. Fæ alveg dundrendi hausverkstundum eftir ykkur bara og hérna, það er ýmislegt sem fylgir. En þú grætur ekki?
Þið líður ekki illa eftir þetta? Já, ég græti inn í mér. Já, náttúrulega ljótt að vera að gera grína þessu. Þetta er að vera skelfilegt að vera að halda þessu. Þetta er til. Já, þetta er til. Ég vona þessu fáir sem er að hlusta því að þetta á nú að vera gleðistund. En Sigrún grætur oft. Ég veit það ekki, Það er meira hún sem grætur. Ég segi, ég er ekki hissa á því. Nei, þú ert ekki hissa á því. Grætur þú þá og segir hvað er ég búinn að koma mér út í? Já. Ert þú þá kannski með eitthvað svona grímu þarna fyrir framan hana? Ég bara er þá komin fram og heyri maður í henni grátandinn í herbygging. Þar að þetta er allt sem að búið. Jæja, herðu, kíkjum á næstu starrend hér. Það er rétt, við skulum ekki staldra lengur við þessa og förum hér í nummer 2. Með nútíma tækni myndi það taka mannað geimfar 260 daga að koma til Mars. Með nútíma tækni, já. Með nútíma tækni, þannig ef einhverjir svona geimfarar að núti sem er að spæða skella sig, þá þurfa þeir að höndla 260 daga bara aðra leið. Já. Það er einhver að fara að nenna því, eða? Já, ég held að geti verið, Þú reyndi að vera góður astronaut eða geimfari. Já. Því að þú ert lítill og þægilegur fyrir geimflugurnar, þeim með ekki frá stórir þessi geimfarar. Já. Og svo þú ert sko aðeins að vera með leiðandi, en þú ert að loner, eða því líður oft bara vel þegar þú ert einn bara. Já. Þarft engan í kringu því. Nei, það er rétt. Þannig að þú er svona... Svo er ég svakalega góðu svona andlegu jafnvægi. Já, fyrir utan það er mjög mikilvægt. Einhver Gils, vinniðinu sem fórst með á fótboltaleikin. Já, bauð honum en ekki þér, minnarum. Já, hún har bara í gæra að vera það. Já. Einhver er tíðrætt hér top physical shape. Ég er kannski ekki í top physical shape. Nei. En ég er í top mental shape. Mental shape. Sem er alveg mikilvægt. Já, Blöndal. Já, því að þú ert í miklu betra andlegu formi heldur en við nokkuð tímann. Það er rétt. Það er bara bóðir. Ég sé það bara á augunum að núna. Það er rétt. Bara hvernig þú horfir á mig. Ég hrættu þig. That's true, Mr. Blöndal. Tupac Shakur. Já. Sóttu hlutverk Bubba í Forrest Gump. Sótti hann það? Já. Baxi Gó. Það var bara Tupac að það. Blessus í minning hans. Já, blessus í minning hans. Ég held að hann hefði nú ekki náðu sig að vel og eins og vinnur okkar sem var með Bubba Shrimps. Var það ekki hann Gary Sinise? Nei. Leikari? Hann var hinn, jú. Já, Bubba var sem var með honum í rækjanum sem var dó svo. Klúður. Ég klúðraði þetta. Já, þú skeist aðeins þetta, Pétur. Ég beðst afsökunar á þessu. Gary Sinise, hann var captain. Ég beðst afsökunar á þessu. Þetta var minn feill, mín mistök, mitt klúður. Ég skal bara bakka út úr þessu. Ok, þannig að þú sér eftir þessu. Næsta störtlaða staðrind. Næsta störtlaða staðrind. Rottur geta orðið háðar kókaini. Já, ég meina það. It's a given. Það er nú gefið. Ég meina, rottur eru náttúrulega... Það gefið? Já, það hlýtur að vera. Þannig að rottur eru notaðar rosalega mikið til þess að prófa á þeim ýmislegt sem að tengist okkur. Já, ég er enda. Þeirra system og þeirra líffræði eru mjög svipuð okkar. Já. Okkar mannfólksins. En heldur þau þannig að það kemur ekkert á orð að þær eru bara þær getur auðveldlega orðið fíklar í bara hvað sem er, saman hvort það er kókain eða bara hambúrgari sko. Já, nákvæmlega, en heldur að sé einhverja svona, þú veist, einhverja rottur sem er að fara ræsin að selja kókain. Já, ég meina ef það myndir komast á bræðinar. Já. Og ég meina bara að sjá rottu og kókaini er örugglega bara það er örugglega bara alveg. Geðveitt montinn rotta. Nagar alveg geðveitt hratt. Já, næsta. Svo er það hér. Skrítinn. Það eru fleiri kjúklingar í heiminum heldur en menn. Já, það er sturlað. Það eru fleiri kjúklingar í heiminum heldur en menn. Já, en þetta sturlaða staðreyndir. Það eru þannig. Það er ekki þetta að segja. Þetta er bara svona. Já, svo eru hérna. Hákallar eru eina fisktegundin sem getur blikka báðum augum á sama tíma. Já, eins og þú er að gera núna. Já, ég er náttúrulega ekki fisktegund. Nei, þannig að þeir eru eina fisktegund. Sjávar, já. Svo er það hér. Sterkasti bjór í heimi er 65% alkohól og heitir Armageddon. Hvað ég væri til í hann maður? 65, þetta er eitthvað þægilegt. Þú ert búin að segja við kunnun eða kærustuna og ætli bara að fá þér einn. Já. Ég ætla að taka einn með strákunum, kemur heim alveg mölvaður. Kolbeinsson geti ekki farið að selja þetta á Östur? Óskar Kolbeins? Já. Já, ef einhver getur það. Þú maður hafa einn Armageddon. Herjá, láttum við einn Armageddon og einn ópalstöp. Ég er að drekka þetta að gleyma. 65% Já, þetta er bara meira heldur enn í vodka og svona. Já. 40% ekki. Jú.
Svona hér eru 3 eftir. Lengsti Monopoly-leikur allra tíma. Monopoly-leikur allra tíma. Tók Matador. 70 daga. Já, Matador. Tók 70 daga? Já. Sérst, lengsta Matador-spil í... Já, bara í sögunni. Já. Það er maður ekki bara sami jafntefli, hvernig það? Nei, ég skildi ekki, samt. Eða þú veist... Hefur aldrei farið í Matador? Jú, en var þetta bara samfleytt? Voru menn að spila allan tíman? Já. Voru menn bara að taka pásu og... Já, menn hljóta að taka pásu til að sofa eitthvað. Ég veit ekki, það stóð ekki. Stór einkennilegt. Já, svo hér eru 2 eftir. Skotelt vesti var hannað af pítsusendli sem var skotin 3 við að sendast með pítsur í Detroit. Já, hérna. Þetta er rosalegt. Hvað er eftir mín? Jó, skotin. Aftur? Já. Ég held að maður væri hættulega sem pítsustað. Eins ógeðslega góðar og pítsur eru. Hugsaði samt. Og ekki er þetta hátlaunastarf. Og ef það er búið að skjóta þið 3 er ekki komin tími bara. Já. Bara kveðja þetta starf. Og Goldi, voruð það að panta pítsu? Ekki aftur, mann. Ég ætla að fatta upp og ég er komið með hugmynd hér. Alveg skotelt vesti. Þetta er grill. Þetta er að höfðu fólki sem var að panta pítsur og sem var að... Já, góð daginn, voruð það að panta pítsur? Já. Það er ekki meira eitthvað sem að voru eldan og að ræna eða eitthvað. Pepperoni og sveppir, 16 tómar. Hérna. Það er að síðasta. Þú getur dáið á því að halda pissinni of lengi í þér. Þannig að í guðanabænum að núti, kæru hlustendur, pissið. Ekki bara halda of lengi í ykkur því að við getum dáið. Þvagblaðran í þér, hún getur splundrast. Já. Og fyrir þvag út allt inn í þér. Það er akkurat málið, hún getur sprungið blaðran. Já. Og þá er þetta bara búið mig, kæri. Já, þetta voru sturlaða staðarendir, þennan miðvikudaginn, það er 10. apríl 2013. Mér fannst það þér uppáhalds í dag? Þessi þarna með gráta. Eftir kynlíf. Já, þessi heitir karlmenn sem er að haldnir post-coital disease. Já. Mér fannst hún áhugaverð. Já, hún var mjög góð. Og líka með bjórin, 65%. Já. Armageddon. En ég veit að þetta hérna mun koma í gýrin. 95 blöð á FM 957. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Auðun Blöndal heiti ég og við hliðina mér beintabóndinni setur Pétur Jóhann Sigfússon. Við verðum hér til 6 í dag, félagarnir. Já, til 6 í dag, það er rétt í þér. Í gamla góða flippin okkar. Já, þetta er svona ágætis vettangur til að fá útrás fyrir flipp. Já, aldrei flippa maður og mikið, segja þér. Segja hverjir? Ég veit það ekki. Nei, þetta er bara eitthvað út í loftið. Já. Við ætlum að fara hér í símtal. Við ætlum að fara í dagskráraliðin, láta skella á sig. Já, það líst mjög vel á. Við byrjum á þessi síðustu viku og já, við erum nú svona búin að semja reglur fyrir þetta. Það er bannað að vera með eitthvað helberan dónaskap. Það er bannað að vera með helberan dónaskap, já. Hvað, ég var með eitthvað helberan dónaskap í síðustu viku. Nei, við vorum svo sem ekki það dónalegur. Og hvað var áttur líka, já, það er eiginlega bara það, vera ekki of dónalegur. Já. Það er ekki svona reglan? Já. Ok, ég er nefnilega sko... Það er regla, sko. En það er engin önnur regla, ég meina ég má ringja hvert sem er eða ekki? Jú. Ok, og það er bara að reyna að láta skella á mig? Já. Að segja eitthvað sem verður til þess að það verður lagt á þig og þú vart eiginlega að vera bara nú snöggur. Einu sem, hinn reglan er svo að þú þarft í raunin að segja góðan daginn. Já, góðan daginn, ok. Eðlilega bara. Ok, já, þetta er einu reglunar? Já. Ok, þá veit ég hvert ég ætla að ringja. Hvort viltu ára undan eða eftir? Alveg sama. Ok, já, ég byrja bara. Ég er að spara að hringja Rikka G. Ok, sem er að vinna á FM. Já, ok, það er þessna sem hún spurðir, það eru að velja eitthvað. Já, bara þessna að spyrja hvort það var eitthvað í reglunum. Nei, það er ekkert sem mælir á móti því. Ok, nema náttúrulega, ertu búin að heyra í honum kannski og... Nei, það er ekkert svindl í gangi, sko. Nó. Alls ekki. Það sem að ég, þú veist, er bara... Einmitt. Mér er bara svo gaman að stríða honum. Já. Eða svona, láta hann að heyra það og ég hugsa að hann skella á mér nokkuð fljótt. Já. Ok, ég verð að byrja á góðan daginn. Já. Já. Já, góðan daginn. Blessur. Hvernig ertu þarna, lungurðin? Ég er hrikalega góður en gæinn sem sundraði bílunum. Ertu að velta þér upp úr einhverju feitu núna? Hvað sér ég? Ertu að maula þarna, lungurðin? Ég er nú bara nýbúið með átið sem að. Það er ekki, hvað var fengið sér?
17 pulsur, nei, hvað ert að gera það mókið þitt? Hvað ert að byggja mér ekki sem veislustjóra fyrir laugardagina? Hvað ert, þú ert svo óþólandi maður. Skelltu bara á þannig en ekki tala um með hann að villisingurinn. Er það kókain eða? Þetta er búin að setja gel í áraður hann það. Trúður þinn. Hvað? Í hvað, ertu í sporthúsbólniðinum hann að villisingurinn? Ertu eitthvað heftur eða? Hvaða djók er þetta? Skelltu bara á hana. Pungurinn hana, alltaf eitthvað að G-blettast eitthvað maður. Rikki G-blettur þetta og hitt maður. Jésús, mjög eittir og góð. Já, það kom á endanum. Þetta var í rauninni svolítið, sko, þetta var svolítið hæpi. Þetta er djart útspil hjá þér. Já, en sko, svo var hann heil lengi. Heil lengi? Já, ég er að meina það. Þess vegna var þetta djart, sko. Já. Því, sko, ef ég myndi ringi einhvern sem ég þekki og svona, þá er hann bara, já. En það var hann, ég var búinn að sjá þetta auðvitað fyrir mér einhvern veginn. Nú. Já, ég var að sjá fyrir leiðum myndir byrja, þá myndi hann bara leggja á. Já, svo þegar ég byrjaði að tala við hann, þá fattaði ég að það var náttúrulega ekkert að gerast. Nei. Þá var hann bara, veist ég veistlustjóri á sporthúsinu á laugardaginn og held ég verið bara eitthvað að djóka með það. En hvað meint hann með maðurinn sem sundraði bítlum? Af því að það er allir að kenna mér eins og ég var að segja þér í byrjun þáttar. Það er allir að kenna mér að United hafi tapað. Já. Og hann er United maður. En hvernig koma bítlarnir inn í það? Það er bara eins og sé allt mér að kenna. Djók. Ok, hvað vilt þú? Þú mátt bara ringja að velja númer að handa á við maður. Ok, þú ert svo frjáls í þessu. Já, ég get ekki séð að það skiptir máli maður að reyna að láta hann fara að leggja á sig. Já. Þá bara... Herru, ég læt þið hafa sendibílastöð. Já. Bara nýja sendibílastöðin. Herru, við hefum aldrei hringt á sendibílastöð. Ekki svo í muni. Þú ert að láta þá skella þeim. Ég ætla að reyna það. Þeir eru nú ýmsu vanir þessi sendibílstjórar. Já. En það er ekki dýst að sendibílstjóri svari. Nýja sendibílastöðin, góðan daginn. Og það þarf þú ekki að fara að skeina þér. Hvað segir þú? Þau eru smakkað drullu. Þambað drullu, maður. Þambað drullu, maður. Þau eru smakkað fílapensla. Það var vel gert maður. Snögg afgreitt. Þú ert náttúrulega með smá reynslu. Þetta var reynslu. Þambað drullu maður. Eru smakkað fílapensla? Já. Ef hann hefði sagt nei. Ógeðslega leiðilegur maður. Reistu fílapensla á bakina þér og stingd honum uppið maður. Ég ætla að segja. Þú rústaði mér. Já, ég veit ekki af hverju í ósköpum ég var að hringja Rikka G. Það var alveg ömulegt. Klúður, þú mátt fá hann að séns ef þú vilt. Mér langar eiginlega að þú fáir annan séns. Annan? Bara aðra sendibílastöð? Já, prófaði sendibílastöð þarna fyrir þar. Eitthvað nýtt, tvist, eða bara, hvað, ég komið með nýtt bara strax? Nei, bara sama. Hvað, þú vilt alltaf mig? Heyrðu, þetta er Svind, ég sagði ekki góðan daginn. Já, sagði góðan daginn. Sendibílastöð, góðan dag. Góðan daginn. Góðan daginn. Varst þú búinn að skeina þér í dag? Ég? Já. Já. Nú, annars sýnist mér. Já. Hefur smakkað drullu? Hef ég smakkað? Drullu? Nei. Þambað drullu, maður. Það er það. Hefur smakkað fílapensil? Finnst þetta fyndið? Kreistu fílapensil á bakina þér og smakkað hann. Hefur þefað að tánum að þér? Á! Hanna góða, þetta er ekki dónalegt. Þetta er bara ógíslegt. Já, ég gráta til það maður. Það þarf ekki mikið til að láta mig hlæga það. Finnst þetta fyndið? Já, þetta er ríkalegt. Bara skeina þér í dag. Já. Þetta er svo ömulegt að. Þetta er viðbjörn, sko. Þetta var, láta skella á sig og Pétur Jóhann rúllaði mér upp. Ég er svo vitt, næstu viku hringi ekki neitt sem ég þekki, það er bara ljóst. Nei, ok. Hæja, til hamingju Pétur. Já, það er finnir. Winning is your fuel. Það er bensinni mitt. 9-5 blöð hér á þessum fantafína miðvikudegi. Það er Pétur Jóhann Sigfússon og Blöndal. Við sitjum hér miðvikudegi kl. 6 í dag. Sætlitu. Sætlitu. Við erum að fara hér í dagskrálið sem er að mörgum góðu kunnur. Þetta er góðkunningi dagskáliðan okkar. Já. Og hann heitir Þekki ég þig? Þekkjumst við ekki? Já, þekkjumst við ekki. Það er einfalt, við ringjum bara eitthvað að handahófi og við tölum við menn bara eins og þetta séu gamli góði kunningar. Já, eða svona eins og við séum búin að vera í viðskipti við þá og séum að bíða eða eitthvað. Já. Svona eins og við hefum heyrtið á þeim. Þeir heyrtið þeim áður. Og bara ekkert flókið? Nei. Ég er að spá í að... Og ég að byrja? Viltu byrja? Já, ég meina... Ég er að spá að vinna sendibílastöð Kópavogs. Já. Viltu fara í hana? Já, Sendibíla, góðan dag.
Hver er það? Sendibílastöð. Já, hvað heitir þú? Hvað þetta að vita það? Hvað vantar? Er þetta ekki Elli eða? Elli, jú, býttu, ég kann nú að tala við hann Ella, býttu augnablik. Hann kemur síma, býttu. Já, takk. Elli. Það er ég. Það er einhver Elli. Halló. Elli. Já, hver er það? Hver er þetta? Átti ég ekki að hringja það? Fáðu þetta inn. Ha? Það er eitthvað klikkaðar. Áttu að hringi mig? Já, maður, hvað er aðeins? Þú varst að senda mig skilabóðum að hringið. Ég? Nei. Víst varst að því, Elli. Nei, ég hef ekki sett neins skilabóð. Elli, annarkvort ertu að smakka það eða þú er búin að missa vitið maður, djöfullinn að þér. Hvað vantar þig? Ég hef ekki sett neins skilabóð. Nei, ok, heyrðu, ætlar að taka þetta jobb eða? Hvaða jobb? Elli? Ég veit ekki, þú hlýtur að tala við rangan Ella. Elli, hvað er að þér? Þú veist alveg hver þetta er það ekki? Nei. Nei, þetta er Ómar, félaginn til margar ára. Herðu, veistu það að þú... Já, Elli, verð ekki aðeins með þess að þvælum maður, ætlar að taka þetta ekki? Herðu, þú ert að tala við rangan mann. Elli, þegið. Þú ert að tala við rangan mann. Nei, ég er ekkert aðeins maður, hættu þessu rugli maður. Jú. Nei. Ég heiti Erling Bang. Já, nú er það. Þetta eru því líka fréttir maður. Herru, ég ætla að hringja bara í Deva að fá láta að vita og heitir Erling Bang. Ok, vinni. Ég veit allt um það maður. Ætlar að taka þetta ekki? Nei. Ætlar ekki að taka þetta? Nei. Nei, þú hefði getað allt í útöðu bara í morgun og talaði við þig maður. Ok, vinni. Já, óaðalega var þetta erfitt maður. Ok, ég heyri þér. Já, bæ. Já, þetta var alveg... Sko, ég veit ekkert hvað Þetta er steikt. Þú ert með eitthvað karma í þessu af því að, nú ætlum ég bara að segja hlustundum, við vorum mitt daginn og þá var ég að segja við Pétur að mér langaði svo að fá meira frá hann þar sem hann er svona við mækinn og er Elli, en svo varst búin að gera nokkur sinnum. Já. En svo, hver eru líkurnar á því að við ringjum á þessa sendibílastöð og það er Elli að vinna þar? Þetta er ekki hægt. Og hann var ringaði, ég heiti Erling Bang. Já, en sko, það sem ég var að spája, hérna er sendibílastöðin á Selfossi. En líka, það er samt líkilatrið auðviti að byrja bara, hver er þetta? Já. Af því þú veist, það er dónalegt. Já. Og hérna... Já, og ég taka svo bara sendibílastöðin í Reykjavík. Við erum að vinna svolítið með sendibílastöðin. Þú veist, heyrði gæinn sem að svaraði fisk og hann var ekkert að fíla þetta, sko. Hann sagði mér aldrei hvað hann hét. Nei. Já. Já, hver er það? Jón heitir hann. Jón, þarna ertu, pungurinn, hvernig ertu? Já, gætur. Er það ekki? Jú. Búin að skullast mikið í þetta? Já. Já, nú að gera í þessu helvíti. Já. Hvernig ætlar að pikka þetta heim á eftir það? Ætlar að pikka shitið heim á eftir það? Hvað séru? Ætlar að pikka shitið heim á eftir, spyr ég þig. Hver ertu? Nú, ég er nú ekkert fluttur. Ég er ekki fluttur, ég er alltaf nefn frá. Hver ertu? Hver er þetta? Þetta er Kitty, hvað er ekki læg með þig? Hver er þetta? Það ertu fullir að luti, þetta er Kitty. Ertu vissum að setja að tala við þetta? Já, hvað er ekki læg með þig? En hvað ertu lengi að keyra í dag? Ég er að keyra við til 6-7. Hvernig heldur þú segja að þú komin heim? Svona 7. Kemur þú til mín fyrst eða? Kemur þú til mín fyrst eða? Ég ætlum við að hittast niður frá, hvernig ætlar að hafa þetta? Ég veit ekki það. Nei, hvernig var það að fara ákveða það? Ég þarf að segja Sigrúnu hvernig ég ætla að hafa þetta, sko. Já, þú ert ábyggilega að tala við vittlausa mann. Já, ég veit, ég vil náttúrulega vita að þú ert vittlaus, en ætlum við að hittast? Ég heiti Jón Gíslason, sendibílstjóri. Já, Jón, hættu þessu bulli, ég veit alveg hvað þú ert. Nú, jæja. Ég veit ekki hvað þú ert. Þetta er Kitty Balda hérna, maður. Þetta er Kitty Balda hérna, maður, hættu þessu. Hérna, kemurðu, eða á ég hitta henni frá? Hver er Kitty Balda? Hvað þið ertu fyndinn maður? Það er ég. Já. Ertu fullur eða? Nei. Nei, það er eitthvað skrítið í hljóðið maður. Já. Er eitthvað vesen á kallanum eða? Nei, ég er bara í túsum. Já, er eitthvað stressaður? Já. Það er alltaf stress maður. Hver er það? Ég veit ekki alveg hvað ég gera. Segðu hann að þegja. Hérna. Það var lagt á þig. Þetta var eiginlega stýtra heldur en síndalið við Rikka G. Þetta var, já, ég náði hann með ekkert á flug, sko. Nei, ég minna, þú veist, þetta er bara svona. Ég veit það. Það er bara að tala um menn eins og þekkir það. Já, en hann er örugglega ennþá. Hann bara kemur til með að velta þessu. Hann kemur til með að velta því fyrir sér hvaða síndal það var næstu vikunar. Já. Og það er tilgangur með þessu blöð. Nefn að hlusti í dag, vonandi. Já, stóra eftir. Þetta var, já, látum sem við þekkjum hann. Hvað heitir í liðurinn? Þekki ég þig? Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eistins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai.
Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Kruatai. Háskólagáttin splunkunýtt aðfaranám við Háskólann á Bifröst sem heitir aðgangað háskólanámi. Engin skólagjöld. Háskólagátt.bifröst.is. Stóri dagurinn. Fáður miða á hhi.is fyrir klukkan 18 í dag. Happdrætti háskólans. Vænlegast til vindans. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirlit, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Biljardbarinn Faxafeni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafeni. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957, FM 95 Blö, virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is, Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Það rétt fyrir að hlusta hér á FM 95 Blö, Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon með ykkur hér á útvarpsstöðinni FM 957 og nú spyr ég þig, Pétur Jóhann, meðstjórnandi. Já. Er komið tíma á karaoke hjá ykkur? Það er komið tíma á karaoke. Það er málið. Það er sá tími sólarhins. Klukkan núna einhvers staðar í kringum. Hún 20 mínútur yfir 5. Minnum mig á það, ég hef ekki tekið dagskrárliðin hvað klukkan í marga mánuði. Nei. Eins og það var nú vinsælt dagskrárlið. Það er eflaust margir fylgjendur og áhágendur þess ágæta dagskrárliðs. Hvað er klukkan? Já. Sem eru væntanlega bara hættir að hlusta á stöðun út af þessu. Já, þetta enda sorglegt fyrir þá sem að dýrkuðu þann dagskrárlið. Við tökum hann kannski bara hér og eftir. Já. En utan dagskrár tilkynning á hvað klukkan er sem sagt núna og þetta er ekki dagskrárliðurinn hvað er klukkan. Nei. Hún 20 mínútur yfir 5. Það er rétt, já. Þannig að við tökum kannski dagskrárliðurinn hvað er klukkan á eftir og þá segjum við líka hvað klukkan er. Það er aldrei að vita en það er komið að karaoke og þetta er bara gömlu góðu reglurnar. Við syngjum báðir hér í 2 mínútur. Já. Svo er það undir ykkur komið kæru hlustendur. Þeir hringið í 511-0957 og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Þú vann síðast en ég vann þar síðast, Páska. Já. Ég vann síðast. Já, þú vann síðast. Öllum og óvart. Unnur Eggerts var hérna líka. Já, einmitt. Alveg hérna. Hann lendi ég í þriðja og síðasta seti. Ég vann síðast og þú vannst þar áður og síðan á undan því vann ég alveg 19 sinnum, sko. Það er ekkert annað. Ég laumað einum. Já, laumar. Þetta er orðið nýja. Þú ert karaoke stjarnan okkar, ég veit ekki með það. Nei, það er ekki rétt hjá þér. Nei. Það er líka fólk, ertu ekki byrjað að syngja í veislum og brúðkaupum og svona? Nei. Hvað vill þessi? Jú, það er að hafa sambandið mig á karaoke@pétur.is. Nei, tjók. Nei, ég er ekkert í þessu, en ég gerir þetta hins vegar og gerir undantekningu. Ég hef reyndar aldrei verið mikill karaoke maður, sko. Nei, ekki heldur. Ekki með svona þetta fettis eins og margir, sko, en mér er gaman á þeirra að vera að gefa hérna. Já, þetta er réttilega einu sinni vikum og það voru hlustendur sem völdu lögin og lögin sem á orðið fyrir valinu er Journey, Don't Stop Believing og Foo Fighters, Everlong. Já. Ég ætla að taka Journey. Já, og ég tek Foo Fighters. Og þú tekur Foo Fighters. Ég ætla að taka United-lagi, en það bara fann ég hvergi í góðum gæðum, því miður. Manstu þér að Sveppi var hérna? Já, það er að Sveppi labbaði hérna út brjálaður að því hann tapaði. Já, hvaða lag tók hann áttur? Hann tók... hvaða lag er áttur? Son of a preacher man! Já, hann er alveg á hreinu. Ég gleymi það. Pottið að myndi vinna. Þetta er eitt af þessum augnablikum sem ég kem aldrei til með að gleyma. Ég var glettir að muna þetta bara þegar ég... Hann var með þáttinn á mánudaginn og tók mig í netmisnótkunna. Var að láta mig heyra það. Nei, og það? Ég var spáði, ég fer í 2 daga frí. Já. Og þeir taka sko Sveppi og Björn Bragi, láta mig heyra það í netmisnótkunni. Og svo búa Steindi Junior og þeir til eitthvað skets það sem eins og ég hef aftur verið valinn óviðkunnarstjóri. Ég hef verið að berja eitthvað krakka í kringlunni og kaupa mér nonnabitt á 20.000 og eitthvað. Þið ekki vinum hans. Þú verður að passa það á því, hverjir sjáum mér á þátt í Eiríki hérna? Já. Það er nokkuð ljóst. Bara fá svona já-fólk. Fólk sem gerir ekki svona. Nákvæmlega, ég ætla að passa þetta að næst. Já, bara Heiðar Austmann. Já.
Bara einhverjir sem eru hressir. Já, segja bara hvað klukkan hvernig veðrið og bara gaman. Ég myndi reyndar ekki treysta Rikka G í þetta. Nei. Það myndur glata lítið sko. Já, Hansa vildi menn ég splundra bílunum. Já. Ok, á ég að byrja. Það gamla góða reglan. Og þetta Foo Fighters með Everlong. Og viljum bara sjá hérna. Foo Fighters og byrja Foo Fighters að That's one way of doing it. That's one way of doing it. That's one way of doing it. Það ein leið til að gera þetta Blöndal og það nákvæmlega þessi. Og það er svo þægilegt að vera í garaginn með þér. Þú heldur með manni, þú dansar hérna og peppa mann og... Ég meina, þetta bara stemmari, menn. Þetta bara, við erum hérna í stemmara, blú. Rétt hér. Nei, það komið að Pétri, hann að fara að taka hér Journey slagaran Don't Stop Believin'. Það lag verður nú endurgert nokkru sinnum, var í hinnum skellulega sjónvarpsþætti Glee daginn, veit ég. Herru, og þetta lag, eins og þitt, kom inn í gegnum símanúmerið 511-0957. Peter Johan ready? Það eitthvað lag undir. Eitthvað lag? Já, nú það farið. Ertu ready? Varst þú með það undir í þig? Nei, ég bara setja henni í gang hverju ég var búinn. Gaman að þessu. Ertu klár? Ég klár. Rikkaði tvisar eða klár. Ég búinn að því. Ok. Það vantar ekki pípunar á drenginn, maður. Þetta var alveg, ég kom með hausverk núna. Þessi strákur getur sko sungið. Þessi strákur getur það sungið. Ég byrjaði bara að fá hausverk á fyrstu 30 sekúndunum, sko. Já, það var nervitt lag, við vorum báðið með, mitt var svona meira rock kannski. En það undir ykkur komið kæru hlustendur 511-0957. Það þurfti barka í bæðilegu. Já, fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur þetta. Við ætlum að opna hér fyrir síman og sjáum hvað fólk hefur að segja. FM, góðan daginn. Já, það Pétur. Það Pétur. Yes! Það var Journey. Besta Perry Johan. Þetta var fallegt hjá honum. Og flott hjá honum. Já. Þakka ég kellaði fyrir maður. Já, maður. Ég ger jánaði með þig. Þetta kvennmaður, skilur. Þetta kvennmaður. Gangið vel uti. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Já, hún sagði þetta með svona tón, sko, bara gangið þér vel uti. Hún var ekki bjart sín. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þú, mikli meistari? Ég bara góður, heyrðu. Ég kýst Pétur. Þú kýst Pétur? Perry Johan. Mennar ekki Perry Johan? Ja, Peter Johan. Perry Johan. Leð mér heyra þig segja Perry Johan. Perry Johan. Já, þetta var góða. Yes. Var mitt glata? Nei. Nei, þetta var náttúrulega góður. Ég hef alltaf elskað hann og hann alltaf bestur í öllum svona góðum þáttum sem ég hort á í gennum tíðina, en Pétur var nú alveg að rústa þessu lagi. Já, ég tek það. Takk fyrir það, vinnur. Ok. Já, takk. Ok, það komið 2-0 fyrir Peter the Man Eater. FM, góðan dag. Þú ætlaði að segja eitthvað annað. Ég ætla ekki að segja neitt annað. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þú gott? Allt fínt. Nei, það ekki? Það ekki bara. Jú. Hvor fannst þér betri söngvari í dag? Pétur. Þið fannst það Pétur? Já, miklu betri. Já, nei, segðu bara betri. Í dag allavega, bara í dag. Já. Er ekki? En þið finnst Dauti yfirleitt betri? Nei. Nú, nei. Herru, takk innir það fyrir atkvæði. Verður til í að segja Perry Johan? Hæ? Verður til í að segja Perry Johan? Ég bara skil ekki hvað það segja. Nei, nákvæmlega. En það gerir það ekki. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir að ringja. 3-0. Ekki verið að hræða bönnin hérna, maður. Þetta blá. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Það Pétur. Það Pétur. Er þetta walkover? Já. 4-0 liðir, ég trú ekki að ég hef einu sinni tapað 5-0 fyrir honum og það stefnir ég það aftur. En takk fyrir að ringja. Takk fyrir. Ok, bye. Er þetta walkover, Peter, eða? FM, góðan daginn, góðan að bænum ekki segja. Herðu, góðan daginn. Góðan dag. Góðan dag, hvað segir miklu meistarar? Við erum hrestir enn sjálfur. Við segjum fint bara, en þú? Ég er bara mjög ferskur. Hvað er kallinn að gera? Já, hvað, ertu í bænum með hann? Ertu í Reykjavíkinni? Herru, ég er að keyra hérna undir brúna í Kópavogi. Ok, mikil trafík? Það er lítið mikil trafík. Já. Þetta er svona þessum tíma. Já, en hvor fannst þér betri í karaokeinu? Herru, hérna, ég ætla að halda smá spenni í þessu. Ég væri til í þetta K.O. á þetta. Þannig ég ætla að gefa Pétri... Hæ? Ég ætla að gefa Pétri þetta. Hvað sagður? Það er K.O. Nei! Ói, maður, 5-0! Djöfull Já, það er bara þannig. Ertu ekki sáttur með þetta? Jú, ég er djöfull. Þú heyrið það nú bara, ég hef aldrei séð mannin fagnaði mikið. En takk fyrir að ringja.
Það er ekkert mál. Gerðu vel, Nei, býta, nenni að segja Perjó. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fengið þitt atkvæði? Daginn. Pétur. Já, mig grunaði það. FM, hver fengið þitt atkvæði? Halló. Pétur vann þetta, fer en skver, þú bara rúllaði. Ég held að þetta sé í sjötta skipti sem ég vinnið eitthvað svona 5-0. Nei, ég vann þig einu sinni 5-0 og einu sinni 5-1, þú einu sinni 5-0. Ég er búinn að ákveða að lægja á leiðinni heim. Á hverju færð þú að velja það? Af því að ég sigur það. Winning is my fuel. Hægt að segja þetta. Winning is my fuel in the leaders. Til hamingju. Já, sömuleiðis, takk. Lost my mind and lost my goal. Yfir 100 gerðir af fartölvum og spjaldtölvum frá Toshiba, Asus, Apple og Acer. Komdu á Suðurlandsbrautina og skoðaðu það nýjasta og flottasta á lægra verði. Tölvulistin. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Safnaði frímerkjum hvað það er gott þér að hlusta hér á FM 95 Blö. Pétur Jóhann Sigfússon, ekki bara vanni í karaokeunni hér á hann, heldur niðurlaða mig 5-0 og það er bara eitthvað sem ég þarf að sætta mig við. Þú er að lifa með því, kallinn? Já, ég er nú ekki mikil söngvari en 5-0, fjandinn hafið það. Já. Það er aðeins svo mikið. Það er aðeins svo mikið? Já, ég reyndar. Nei, þetta er bara... Ég var ekki nóg skotin í laginu sem ég var að taka. Mér finnst ógeðslega gott lag en... Já. Ég vissi ekki... Þetta er kunst að taka þetta lag, sko. Já. Sem þú tókst. Everlong. Já. Þú gerði það mjög vel. Já. Já, þú gerði það báðið mjög vel. Já. En það má ekki gleyma því að Steven Seagal á afmæli í dag. Hann á afmæli í dag, maður. Já, og hann er nú góður drengur. Já, Steven Seagal. Ert þú ekki Seagal-aðandi? Hann er 6 bæði. Steven Seagal er 62 ára í dag. Lítur ekki út fyrir á deginum eldri en 34 ára. Já, nei, það er alveg rétt yfir. Hann lítur ekki út fyrir það og hann er 21 ára eldri en þú, Pétur. Já, sem er alveg mál. Þegar þú ert að koma inn í heiminn. Ég er eldilegri en hann, sko. Þegar þú ert að koma inn í heiminn, lítill og sætur. Og hann, krútur sem það er. Þá er hann bara 21 átt bara að djama og skemmta sér. Byrjaður að berja. Og kvikmyndaferillin eitthvað aðeins að byrja líka. Já, þetta er sko líka, hann er bestið vinnu Putin. Hversu hart er það? Já. Bara Putin í Rússlandi, bara heyrir í honum, herru. Til að koma að kíkja á kallinn. Já, ég get svo sannlega gert það. Já. Come and cut my heart out. Veist það, mér er pínu synd að ég hef ekki tengt Steven Seagal meira inn í dagskránu okkar í dag. Já. Við auðvitað áttu að ringja eitthvað á þann og maður þurfti að vera með Steven Seagal línur. Já. Svona svo bara línur eins og come and cut my heart out, you call this being shot. Já, nobody beats me in the kitchen. This is for my wife, fuck you and die. Já. Svaðaleg lína, sko. Já. Tók hann eiginlega bara barkan úr görnu, sko. This is for my wife, fuck you and die. Það held hann ekki á barkan úr. Rosalegt. What am I, a shit magnet? Shit magnet. Þú ert í klúb. Það var í Glimmermenn. Ég er í Steven, já, og svo er ég með þessi keilulið sem heitir Steven Seagal og við erum konið í úrslitin í utandeldin í keilu. Já. Býtu bara, þú og keiluliðið þitt? Já, ég og Sveppi og Hugi og þeir allir. Við erum að fara að keppa, við erum að keppa 4. maí, við getum orðið Íslandsmeistarar. Í alvöru það? Já, það lið heitir Steven Seagal. Íslandsmeistarar utandeldar? Já. Það keilulið heitir Steven Seagal og við erum með Seagal á bakinu og svona. Hvenær eru það að keppa? 4. maí. Það er að koma að horfa á okkur eða? Hvar? Keiluhöllinni. Allir í höllina. Það er nú bara verðt fyrir svona... Fyrir þáttinn bara. Hann og annan að kíkja á gamað. Það er þetta getur verið veisla. Já. Þú ert að koma að stiga okkur. Það sjá Auðun Blöndal í þröngum buxum að renna kúlum eitthvað. Ég er ekki þetta í þröngum buxum að það, sko. Nú? Nei, bara ekki alla buxum í keilu. Nei, þú lítum nú að gera það fyrir okkur ef við leggjum leið okkar að vera í þröngum buxum. Fyrir ykkur? Já, fyrir það að gera eitthvað fyrir þig? Bara fyrir fólki í landinu, maður. Ef fólk ætlar að kíkja í höllina, maður, að sjá svona. Og það farið svona íþrótt eins og stelpunar í íþrótt er í svona í ræktinni núna, svona nýþrönga svartar. Það er ekki verra, Þú myndir fíla það? Sjáðu því, já, svona þröngum svoleiðis. Já. Keiluskóm og svo svona, þú veist, sérstaklega þegar að þú sleppir kúlunu og ferði í stellinguna hérna. Sett löppinu svona bakvið? Við með almáttur. Og blikkaði svo. Já.
Sjá þjónnappana svona, hver yfir öðrum. Þetta er 4. maí og það er nú aldrei að vita nema við búin til eitthvað hólumæði kringu það. Við ætlum að fá hér Frank Ocean, svo er það lagið á leiðinni heim og Pétur, við erum búin að velja algjöra veislu í dag. Á leiðinni heim? Já, það er ekki strax, það er rétt. Frábært lag hér á ferðinni, hljómsveitin Jimmy Cindy Giannis með eitt af okkar uppfórslugum hefur rokið upp alla vinsældarlistana. En, kæru hlustendur, nær og fjara landinu, hér og annar staðar, ég heiti Pétur Jón Sigfússon og við ætlum að vinda okkur í dagskrálinn sem allir hafa beðið eftir hér í dag. Hvað er klukkan? Erum við að fara í hann? Við erum að fara í það. Ég held að við erum hættir með hann. Akkur ættum við að vera hættir með hann? Ég hef ekki farið í hann í marga mánu. Ég veit ekki eins og hvort það bettir sér til, sko, og það geta sagt með þetta menn að lægi var í gangi. Já, við erum að fara í það maður. Ég sagði það áðan. Fyrir löngu síðan. Já, ég held að tala fyrir í þættinum. Kæru hlustendur, ég biðst afsökunar. Já, ég held að vera að grínast á. Nei, ég grínast aldrei. Það er allavega ekki þegar hvað er klukkan annars var. Erum við semst að fara í hvað er klukkan? Já, sjálfsögðu. Þá þarf ég að finna bettan, ég held að það sé ekki eins og til, því voru nokkuð hætti minna lið, hann var ekki nógu vinsæll. Ekki máli, það skiptir engum máli. Komið þið sæl og velkomin í dagskrálinn. Jú, hann er það. Ok, veitu. Hann er til. Drífðu þetta í gang þá. Já, maður sjá. Hann er búin að missa svolítið mómentið hérna hér. Hvað er klukkan í FM 95 blöð? Veitu, hvað er klukkan? Ég veit ekki, hvað er klukkan? Veitu hvað klukkan er? Hvað er klukkan? Ég veit ekki, við höfum að vita hvað tímanum líður. Hvað er klukkan? Það er Philadelphia söfnuðurinn í Reykjavík sem býður þér upp á Hvað er klukkan í FM 95 blöð. Komið þið sæl og velkomin í Hvað er klukkan hér í FM 95 blöð. Ég heiti Pétur Jón Sigfússon og stjórna þessum dagskrálið frá A til Ö. Það skal fylgja sögunni að klukkan sem stuðst við í þessum dagskrálið stilt eftir 5 tímaþjónum, einum á Íslandi, einum í Kanada, einum í Fraklandi og 2 í Bandaríkjunum og af eðlilegum ástæðum alltaf örlítil 2 á rauntíma og þeim tíma sem að... Já, hvað er klukkan? Ég er með hana lið, sko. Það er ekki bara held að segja okkur bara hvað klukkan er, það er ekkert að vera að flækja þetta eitthvað. Fólk hefur gaman af því að vita svona staðreyndir. Hvað þetta sé, ykkur 5 tímaþjónar eða eitthvað? Já, bara tíminn, skilur. Já, ok. Hvað er mikilvægara í öllum heiminum heldur en tíminn? Ekki neitt. Nei. Aldrei skaltu vanmeta tíma annara heldur, sko. Af því að þú ert að tala um tíma hlustendur. Hlustendur eru með tíma, skilur. Hvað er klukkan, Pétur? Getur þú bara hendið það? Klukkan er rétt klukka er 17:47. Ég endurtek 17:47. Hvað er klukkan í FM 95 blöð? Já, þá erum við búin að fara í hvað er klukkan. Dagskrálið sem var búin að vera í góðri pásu hérna hjá okkur. Þú hefur átt að fara beint í lag. Ég þarf náttúrulega að kynna lagið, við erum að fara í lagið á leiðinni heim. Ég þarf að segja hvað það er. Vonlaust fyrir það að koma á eftir þessu. Gangið vel bara. Eftir hverju? Hvað er klukkan? Já, því líka dagskrálið sem að Pétur heldur þéttingsfastum. Gangið vel, Galli. Gangið mig vel með hvað? Að kynna... Það kom með eitthvað gott. Ég er bara að fara að segja hvað er lagið á leiðinni heim. Það er nú ekki flókið. Það verður ekki eða. Nei, tjók, ok. Það er bara verið flott að fara beint í lagin. Já, ég veit það. Við Pétur, við völdum saman lagið á leiðinni heim. Hann tók og rústaði mér í karaoke og fekk að velja. Við vorum saman að velja eitthvað gott með Tupac Shakur. Þar sem hann kom nú í Sturlunum staðröndum og fyrir ykkur sem mistu að Sturlunum staðröndum þá get ég sagt ykkur það hér og nú að Tupac Shakur sótti að leika Bubba í Forrest Gump. Hann á mörg góð lög. Þessi meistari sem að kvaddi okkur allt og snemma. Ég reyta þeim. Það heitir Changes og það er einmitt það sem ég þarf að fara að gera þegar ég kemur á Old Trafford. Ég þarf að fara að breyta einhverju. Það er ekki hægt lengur, sko. Samuel L. Jackson bara rúllaði á gólfinu og hún fannst það svo fyndið. Hún fannst það líklega það ófindasta sem hann hefur heyrt á ævi sinni. Líklega bara óþægilegasta sem ég lendi á ævi minni. Við líka viðbjöður. Þú varst ekkert að hjálpa mér. Nei, ég þú varst svo leðilur. Ég kom eitthvað svona, my brother, I love you. Og þú helst fyrst að myndi hlæja. Svo kom náttúrulega bara þessi þrúandi, óþægilega þögn. Og okkur leið báðum illa. Og í staðin fyrir að þú var eitthvað svona að djóka með mér, þá komst þú bara eitthvað, já, ég veit minn, þetta komið gott af þessu. Bara eins og ég var eitthvað þroska eftir þarna, sko. Nei, ég sagði bara, that was great á því. Já, nei, þú sagði það hann eitthvað, you have to pardon my friend. Já, apologize. Já, I have to apologize for my friend, he's a bit, you know. Þetta er ennþá á YouTube, sko, það er að besta við, ég var að sjá þetta daginn. Þetta er viðbjöður. Þú fórst með fleipur á hann. Þetta lokamóti í keilunni er ekkert í Öskjuhlíð. Nei, ég veit að það er búið að senda mig mail. Hvað er lokamótið í keilunni? Lokamótið í keilunni, það sem við erum að fara að keppa, er í Egilshöll, 4. maí. Þú ert sem sagt í utandeildinni í keilu, Íslands
Mótinu í Kelu. Já, við erum konið í úrslit, fyrsta sinn. Gætu orðið Íslandsmeistarar. Já, við erum búin að vera núna í 4 ár. Þetta fyrsta sinn sem við komumst í úrslitkeppnina, þannig að það mikil spenna hjá okkur. Það með að sko, þetta 4. maí og það laugadagur. Já, það laugadagur. Það fólk bara að fara að kæra sig í gang. Já, við bara fyllum höllina. Og Ötti búin að lofa því fyrir konurnar í landinu. Ég búin að lofa hverju. Hann ætlar að vera í þröngum buxum. Lofa því, ef hann stendur við það lofvörð, þá verður ekki þurr, Já, frábært. Herru við, þá verður ekki, skal ég segja þér, fyrir okkur í dag. Þurrkur á Suðurlandi. Nei, það búið að vera sönn veistla að vera hérna með ykkur. Pétur, alltaf gaman að vera með þér. Já, til að hamingja með sigurinn í karaokeinu. Við Hjöppi verðum mættir hérna morgun klukkan 4 og við verðum í miklu stuði. Takk vel að Rikka G, hann mættir hérna í stúdíu og ætlar að vera með ykkur til 9 kvöld. Pétur, takk fyrir daginn. Síðan eftir viku. Viltu ekki draga það? Alltaf gaman að sjá það. Hvað? Ég hef svolítið verið ykkur þröngum buxum. Já. Þú var bara leðurbuxuna þínar. Já, ég þarf bara að fá leðurbuxuna þínar. Ertu faðir? Málið dautt. Þú kemst í þær, nokkuð viss. Ég ætla að prófa. Það er aldrei að vita, verður það ekki líka svolítið töff komin í úrslitakeppnina að keila í leðri? Jú, það líka svolítið. Líka út að keppa mot einhverju liði, bara svona, hvað hann í leðurbuxum með? I only bowl in leather pants. Já, það er að koma með playoffs. En takk fyrir daginn, kæru hlustendur, takk fyrir hlustunna, Rikki, farðu vel með þetta lið og þið United menn hann úti, ég byrðist afsökunar, ég fer ekki á Old Trafford fyrir svona, ég veit ekki hvenær. Ef við erum öryggi með dolluna, þá læt ég kannski sjá með þar, annars ekki. Takk fyrir daginn, heyrast á morgun. Alltaf hægt að byrja upp á nýtt. Háskólagátt við Háskólann á Bifröst frábær kostur fyrir þroskað fólk sem vantar bara stúdentsprófið. Háskólagátt.bifröst.is Kjúklingastaðurinn Suðveri. Alltaf góður. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðin.